Nýsköpun og tækni í velferðarþjónustu yfirskrift á 2 daga ráðstefnu sem hófst í Hofi á Akureyri í dag. Þór, hver tilgangur þessari ráðstefnu? Það spurningin að vekja athygli bæði pólitíkusa, þeirra sem starfa í velferðargeiranum, þar sé félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu og í menntageiranum, á því sem að gerast í nýsköpun og tækni á þeim sviðum, þessum 3 sviðum sem ég nefndi. Nú horfið til Norðurlandana allra, eru margir þátttakendur annars staðar frá? Já, þetta eru og yfir 200 þátttakendur sem koma hér. Það verða haldin 15 erindi og við ætlum að reyna að hafa þetta skemmtilegt. Við ætlum að vekja athygli á ýmsum svona frumlegum lausnum varðandi velferð og velferðartækni. Þannig að ég vona á góðum 2 dögum. Hvar liggja möguleikarnir einmitt á þessu svið? Þeir liggja við erum að tala um það að styrkja þekkinguna, þannig að bæði almenningur, sérfræðingar og líka pólitíkin sé betur meðvituð það sem að gerast, öðlist þekkingu og vonandi færni. Svo liggur þetta líka í tækninni sjálfri, þar sem í þróunin sem að gerast. Það liggur líka í því að þróa nýtt skipulag, finna nýtt verklag varðandi það hvernig við leysum úr hinum ýmsu verkefni. Hvar stöndum við Íslendingar okkur í þessum efnum? Já, við getum orðað það þannig að við gætum staðið okkur að liti betur og hluta þessari ráðstefnu hér í dag, eða eitt af markmiðunum að vekja athygli Íslendinga og þeirra sem starfa í þessum þjónustukerfum okkar á því sem að gerast bæði á vettvangi Norðurlandana. Nú verðum við með 2 fulltrúa frá Norðurlandunum og svo erum við náttúrulega með fjölda fyrirtækja sem eru með nýsköpun á ýmsum sviðum. Allt frá öryggistækni, það líka spurning leiðsögukerfi, það endurhæfing, hæfing og þess háttar, þannig að þetta verður á að verða svona suðupottur, skemmtilegu suðupottur. Þið takið 2 daga í þetta, það dugar ekkert minna. Það dugar ekkert minna, það er alveg rétt hjá þér. En þetta verður þetta skemmtilegt, því að það snýst, því að það verður að fylgja svona þessi gleði verður að fylgja þessari framvindu. Þannig við erum að reyna að leggja okkur henni líka. En hvað að gerast svona nýtt til dæmis í þessu annar staðar sem við mættum vera að læra af? Já, við kannski sjáum það, fáum að kynnast því hér í dag. Við erum að tala til dæmis það að sé aukið samstarf á milli, hvað getur sagt ýmsu sektora, þannig að velferðarkerfi sé ekki bara að tala saman innbyrðis, heldur sé að tala við önnur kerfi það hvernig hægt sé að leysa hluti svona með hefðbundnum hætti. Og svo erum við að tala það að laða fram meira svona frumkvöðla hugsun, nýsköpun, þannig að við séum ekki alltaf að sitja í sömu sílónum og tölum ekki saman, heldur séum að skoða hvernig getum við sameina krafta til þess að ná þessum markmiðum sem við stefnum að, og við getum náð langt. Það mikil þekking í landinu og það vilji til að gera vel á þessu sviði. Hvernig hægt einmitt að efla þessa nýsköpun innan kerfana, því að það það sem þarf? Hluti af prógraminu í dag að við fáum aðilar sem kannski hafa lítið kynnst velferð fyrr til þess að rýna hvaða áskoranir velferðarkerfið hugsanlega stendur fram fyrir og benda þá á tækifæri möguleika til þess að breyta. Spennandi tíma framundan, mun velferðarráðuneyti koma með öflugri hætti kannski að þessu í framtíðinni, telurðu? Nú hefur verið í gangi vinna á vegum félags- og húsnæðismálaráðherra undir merkjum nýsköpun og tækni í félagsþjónustu. Það eru líka fyrir drögastefnu sem fara þá væntanlega til umsagnar. Og þar erum við að grípa á mjög mörgum þáttum sem tengjast þá fræðsluuppbyggingu, samstarfi við sveitarfélögin, lausnum, komið nýjar hugmyndir að lausnum og síðan svona hvernig við metum þann árangur sem við erum að ná. Það skiptir ekki síður máli, átta sig á því hvar við erum að ná árangur til þess að geta þá gefið í það sem þörf